þá okkur ekki til setrun á boðið. Það fyrir að líða að þessu. Við ætlum að hefja lestur Annáls og við ætlum að fá hann Sölva hérna til okkar. Ekki kasta, eins og ég búin að segja, bara allt Sölvi. Þetta er það sem hann heitir. Blótsgestir. Nú komið að því sem allir hafa beðið eftir með öndina eða öllu heldur sviðasultuna í hálsinum. Annall liðins árs næstur á dagskrá þar sem sveitungar fá með réttu eða röngu á baukinn hjá Þorrablótsnefnd og aðstoðarmönnum hennar. Hefur nefndin unnið baki brotnu við heimildaöflum sem falist hefur í því fyrst og fremst að grafa upp sitthvað misjafnt náungan með aðstoð snjalltækja og dróna. Eins og vikið verður að síðar í þessum annál hefur fjöldi dróna aukist nokkuð í dalnum síðustu misseri en fjöldi dóna hefur staðið í stað. Að gefnu tilefni áður en lengra haldið rétt að benda á að allt klífur í köðlum og loftbitum hér í salnum stranglega bannað meðan á Þorrablótinu stendur. Síðasta Þorrablót þótti takast vel en einhverjir sómakærir blótsgestir kvörtuðu að vísu yfir því að Þorrablótsnefndin hefði verið full fáklædd á köflum. Síðasta formlega verk þáverandi nefndar var að velja eftirmenn sína til að taka sæti í næstu Þorrablótsnefnd. Þar voru fyrst kölluð þau Steinar og Veronika, mikið hæfileika fólk sem fengur þótti af að hafa í hinni nýju nefnd. Því miður urðu þau að segja sig frá nefndarstörfum þegar undirbúningur blótsins hófst, þar sem þau neyddust til að taka eldhúsið hjá sér í gegn. Auk þess eru þau óhemju kvöldsvæf bæði og því til lítils gagns á skemmtunum sem þessari. Þarna beittu þau Steinar og Veronika margra ára gömlu bragði Dags og Bryndísar á Þverá, en eins og svardalingar vita hafa þau verið að taka í gegn hjá sér eldhúsið í hátt í áratug. Og því hafa þau ekki tekið sæti í Þorrablótsnefnd á meðan. Eru það vinsamleg tilmæli til þeirra sem skipaðir verða í næstu Þorrablótsnefnd hér á eftir
að upplýsa svefnvenjur sínar og eins ef viðkomandi hyggst endur innrétta hjá sér eldhúsið. Þannig að hægt sé að gera viðeigandi ráðstafanir varðandi mönnum þorrablótsnefndarinnar í tíma. Ölvun stíg jókst þegar á síðasta þorrablót leið og venju samkvæmt rugluðust einhverjir í rýminu þegar kom að því að taka föggur sína saman og halda heim. Morgunn eftir blótið sótti hungrið að geyra á Hæringsstöðum sem aldrei fyrr. Rauðrútinn, búfinn og illa fyrir kallaður teygði hann sig í eitthvað sem hann taldi vera sviðahaus úr Hæringsstaðatroginu. Eitthvað fannst honum kjamminn þó seigari en vanalega og kom í ljós að í troginu var engin sviðahaus, heldur brúnn leðurskór. Geira rak ekki minni til þess að slíkt hafi verið á þorramatseðlinum kvöldið áður. Upphófst nú mikil leit Hæringsstaðaprinsins að hinni svardælsku öskubusku. Óskari í dæli gekk litlu betur en systur sinni að halda sér í skónum þegar mikil á við. Forsaga þess máls sú
að Sauðfjárræktarfélagi Vestri efndi til skemmtiferðar vestur í Skagafjörð á útmánuðum. Silvía og Ingvarum formaður félagsins lagði drög að verulega krassandi skemmtidagskrá sem innihélt meðal annars pissustopp, hlampásur og klósetthlé. En inn á milli yrðu skoðuð bæði fjárhús, verslun og bruggsmiðja. Allt gekk það eftir. Mikið var skoðað, mikið var drukkið og enn meira pissað. Ferðin endaði með heilmiklum gleðskap heima hjá Gunnari og Auði, nýjum ábúendum í Göngustaðakoti. Þann gleðskap höfðu ferðalangarnir úr Sauðfjárræktarferðinni skipulagt upp á sitt eindæmi og var með öllu jóð og án vitundar ábúenda í Göngustaðakoti. Óskar í Dæli, sem að jafnaði manna yfirvegaðastur í aðstæðum sem þessum, lenti í vafasömum félagsskap verknemanns á Hofsá og fleiri slíkra sem var til þess að Óskar fór að endingu heim á sokkaleistunum. Hanna í Dæli mátti þvo aur og leðju úr sokkaleistum Óskars við heimkomu áður en að hún hengdi sokkana og Óskar sjálfan upp til þerris á þvottastúluna í Dæli. Fregnir herma að sokkarnir hafi þornað á mun skemmri tíma en Óskar sjálfan. Eftir Sauðfjárræktarferðina sá Silvía og Ingvarum að hún ætti enga samleið með hinum kindarlegu fylliröftum og var því meiri hluti Ingvara fésins feldur síðastliðið haust. Það má segja að þeir sem fóru í hina örlagaríku Sauðfjárræktarferð séu með líf heillar sauðahjarðar á samviskunni. Talandi að hafa ýmislegt misjafnt á samviskunni. Kalli í Brekku var í þessari sömu Sauðfjárræktarferð og fór mikinn. Í vélavali í Varmahlíð gerði hann ófyrirséð stórinnkaup sem öll voru skrifuð á Friðrik pappa. Ollu kaupin hneykslan meðal ferðafélaga Kalla en enginn hneykslaðist þó meira en Atli í Koti. Kalli var nánast einráður á hinum svardalska verktakamarkaði og til viðbótar því seldi hann sveitungu sínum áburð sem aldrei fyrr með mismikilli álagningu eftir því hver átti í hlut og hvar í frændgarði grundarmanna hann var staddur hverju sinni. Með áburðarkaupunum fylgdi í kaupbæti að Kalli skyldi sjálfur bera áburðin á tún bænda með 9 tölvustýrða áburðardreifaranum sínum. Til að spara tíma keyrði Kalli túnin í hæsta gír á dráttarvélinni svo að hann næði að skáka Sigvalda í Hofsárkoti í samkeppninni. Þá fóru þeir Atli og Mangi einni halloka í kjölfarið einokunna tilburða Kalla en tengdafeðgarnir í Koti höfðu lagt mikið upp úr klæðskerasmíðinni og vistvænni áburðardreifingar þjónustu. Grundarbúið var aukin heldur einrátt á rúlumarkaðnum. Friðrik bóndi skríkti af kæti og virtist næstum rólegur þar sem að hann horfði út eldhúsgluggann á Grund á hinar grænu peningaprentsmiðjur Grundarbúsins. Keyra tún nágrannana og unga út rúlluböggum í gríð og erfið. Bogga deildi fölskvalausri gleði bónda síns þrátt fyrir að vera orðin aum í hendinni af öllu reikningsskrifum. Kalli og Begga sjá fyrir sér áframhaldandi velmegnun og gríðarmikla gróðamöguleika sem falist geta í virkjun jarðhita í Brekkukoti. Hugmyndina fékk Kalli einn morguninn þar sem hann stóð og fékk sér morgunbununa á hlaðinu í Brekku og fyrir augum hans birtist hár og mikill gufustrókur sem steig til himins.
Fyrir væntan ágóða af braskinu reisti Kalli fyrsta áfanga grunsamlega glæsilegs hesthús í Brekku þar sem hann byggði yfir yfirbyggðan Gá. Siggi Mar var yfirsmiður verksins og því geta menn gert sér í hugarlund hversu gáfulegur byggingaframkvæmdir hafa verið. Næsta verk þeirra félaga verður að koma upp breiðskemmu á hlaðinu svo Kalli og Begga geti sýnt sínu helsta sameiginlega áhugamáli og riðið heima í Brekku í öllum veðrum. Talandi veður. Á aðventukvöldinu í Tjarnarkirkju var Atli Rúnar Járnbrúarbróðir ræðumaður kvöldsins. Ekki hafði þurft að tala Atla lengi til, þannig að hann féllist á það, enda grípur hann hvert tækifæri til að trana sér fram fegins hendi. Séra Magnús var fjarri góðu gamni, þar sem hann hefur síðustu mánuði lagt stund á orgelnám í Þýskalandi. Dreymir hann að verða svokallaður 2 fyrir 1 prestur sem geti bæði messað og verið organisti á sama tíma. Séra Jónína, saklaus afleysingaprestur að sunnan, hafði enga vitneskju hvaða mann Atli hafði að geyma og bauð hann því velkominn í predikunarstólinn, grunlaus hvað á eftir kæmi. Þegar í stólinn var komið, tók Atli af skarið og guðlastaði sem aldrei fyrr. Guðhrædd sóknarbörnin syngdu sig og fóru með faðirvorið undir galgopaskap Atla og eitthvað virðast æðri máttarvöld hafa haft út á þetta athæfi hans að setja. Nokkrum dögum síðar sýndu veðurguðirnir reiði sína í verki þegar fádæmalaust norðan óveður skall á og rafmagn og símasamband fór af Svarfaðardal og nágrenni í fleiri sólarhringa. Atli beðinn að hafa þetta í huga næst þegar honum verður boðið í predikunarstólinn. Í ljósi þess yfirlýsta markmiðs nefndarinnar að hafa þorrablótsannálinn skemmtilegan verður ekki fjallað aðvent og óveðrið í smáatriðum eða það ófremdar ástand sem skapaðist í híbýlum manna og dýra. Þó verður ekki hjá því komist að minnast aðeins á skítareddingu Gunnsteins á Sökkur sem hann greindi alþjóð frá í speglinum á Rás 1. Gunnsteini hugkvæmdist að tengja haugsuguna við afturenda mjaltaþjónsins í fjósinu og hleypa þannig í hann lofti svo hægt væri að mjólka kýrnar. Haugsugan var sett á fullan snúning upp í rassinn á mjaltaþjónum sem tók allur að lifna við. Lungu mjaltaþjónsins þöndust út og fylltist hann af lofti, ekki ósvipað húsbændum sínum. Þetta bragð Gunnsteins var ekki úr lausu lofti gripið, enda hefur það tíðkast lengi að heimilisfólkið fá innblástur sem þennan. Skýrir það hreysti og heilbrigt útlit Sökkumanna að fornu og nýju. Aðferðir við þennan innblástur eru með öllu ókunnar hinum almenna Svarfdælingi að undanskildum Óskari og Hönnu í Dæli og Hjálmari fjósamanni sem tvíeldust við innblástur Sökkubóndans í rafmagnsleysinu og gátu mjólkað kýrnar. Mjólkin sem Gunnsteinn náði að kreista úr kúnu með haugsugunni var sett á markað skömmu síðar sem fyrsta svarfdælska kókumjólkin. Sem betur
hafa menn og skepnur í Svarfaðardal að mestu náð sér á ný eftir hamfaraveðrið og eftir köst þess, þó ekki sé hægt að segja það sama öll tæki og tól. Til að mynda urðu verulega skemmdir á heita pottinum í Klaufabrekknakoti sem breyttist í ísbað og svo á heimilisbílum á Hreiðarstöðum. Að vísu stóð bíllinn af sér gjörningaveðrið, en hann stóð hins vegar ekki af sér snjóblástur óta í Hreiðarsstaðakoti sem gerði sér lítið fyrir á Þorláksmessu og blés rúður úr bílum þar sem hann stóð heim á hlaði með þeim afleiðingum að hann fylltist af snjó. Það er að segja bíllinn ekki ódýr. Göngur og réttir fóru opinberlega fram aðra helgina í september, venjum samkvæmt. Helgina eftir fyrstu göngur var farið í aðra göngur og svo var reglulega farið í göngur og ógöngur og aftur göngur dagana og vikurnar þar á eftir. Smalamennska gekk heilt yfir vel, en þó er það ætíð undir kindunum sjálfum komið hversu vel gengur. Þetta á þó kannski ekki við heimahagana á Hóli sem heimagangana á Hóli sem hurfu sporlaust frá auðnum það leyti sem skyldmenni Gunnars á Búrfelli héldu mikla grillveislu á ættarmóti í samkomuhúsinu á Höfða, hinum megin þjóðvegarins. Stekkjarhús stækka í áþekku hlutfalli og kindurnar í Sveinsstaðaafrétt fækkar. Gánamenn sjá þann dag fyrir sér í hillingum þegar engar kindur verða eftir í afréttinu og hægt verður að leggja alla áherslu á gleðskap, söng í rúmum húsakinnum í stekkjarhúsum. Drónafélagið ofan í Kvistmannskoppi var stofnað á árinu. Til höfuðs hínu rótgróna drónafélagi Gulla á Klaufabrekkum undir háu hamrabelti. Opinber tilgangur hins nýja drónafélags eru persónunjósnir og víðtæk óumbeðin nágrannavarsla samkvæmt því sem samþykkt var á fyrsta aðalfundi félagsins. Jón Hær, fjárbóndi á Hnjúki, var á þessum sama fundi kosinn formaður eða yngsti koppur ofan í Kvistmannskoppi. Nafni hans Jón Steinar á Hofi gegnir stöðu yfirnjósnara og Hjörtur frá Bakka yfirmaður tæknideildar. Eiga félagsmenn það allir sameiginlegt að kunna hvergi betur við sig heldur en með nefið á bólakafi ofan í Kvistmannskoppi. Slegist hver fær að stýra drónanum í hvert skipti en oftast nær ná félagsmenn sameiginlegri niðurstöðu og ákveða svo í sameiningu hvert skuli flogið þann daginn og hvert skuli njósnað. Til þess að fjármagna hina skipulögðu njósnastarfsemi sinnir félagið ýmsum tilfallandi aukaverkefnum í verktöku, svo sem eftirleit kinda. Eru dæmi þess að bændur hafi sleppt féi sínu á fjall aftur eftir göngur til þess eins að drónafélagið geti mætt á staðinn og prófað miðunar og leitarbúnað drónans í margbreytilegu veðri og skyggni. Á árinu var bryddað upp á þeirri nýbreytni á Syðra Hofi sem áður hét Ytra-Hvarf að girða fjallgirðingu, eitthvað sem hafði ekki tíðkast í fjölda ára. Árni, Siggi og Hanna á Hofi voru búin að fá sér fullsöld af Hofsárfénu þar sem það valsaði fram og aftur túnin á Syðra Hofi og beldi sig út að góms og sætu ábornu grasi. Hofsárkindurnar voru orðnar vanar því að láta reka sig fram og aftur öll sumur og hafði það haldið þeim og gánamönnum á Hofsá í góðri æfingu. Nú var allt annað upp á teningnum.
urðu kindurnar fyrir verulegum vonbrigðum þegar þær komust að því að aðgengi þeirra að grænum Syðra-Hofstúnum hafði verið stórlega skert. Hofsárkindurnar dóu hins vegar ekki ráðalausar, þar sem þær höfðu sannfærst að grasið væri í raun og sannleika grænna hinum megin. Þær héldu því fram í Syðra-Hvarf, hvar þær vissu að girðingamál væru í hinum mikla ólestri. Þegar þangað var komið, var leiðin greið út í Syðra-Hof. Árna, Sigga og Hönnu til sérstakrar ánægju. Hringdi Árni hið snarasta í Sveinamelum og lýsti sinni persónulegu skoðun á girðingamálum á Syðra-Hvarfi. Það verður því að teljast líklegt að Árni sitji í gangi til liðs við Arngrím á Melum og að þeir sæki sameiginlegum fjárhagsaðstoð til sveitafélagsins vegna girðinga á Syðra-Hvarfi næsta vor. Stóra girðingamálið á Syðra-Hofi og áðurnefndur æfingaskortur gánamanna á Hofsá var til þess að ekki var komið úr göngum á Hofsá fyrr en í ljósaskiptunum. Við komuna í Hofsárréttina sáu gánamenn komulausa kind sem beðið hafði í ofvæni í réttinni allan seinni partinn og bárust böndin að gánamönnum á Hofi. Við smölun á Hofi fyrrum daginn höfðu þeir Gunnsteinn og Sveinn á Sökku og Baddi í Brautarhóli lent í eltingaleik við kind með lamb og á hlaupunum samfærðust þeir að kindin ætti heim á Hofsá en lambið á Hámundarstöðum. Þá var í slagtogi með þeim tófa og sá Gunnsteinn leið að hún væri með skakkfiskumark. Kindin og lambið rötuðu í Hofsréttina en tófan rétt slapp. Við sundurdrátt og eftir gaumgæfilegan lestur markaskrár sem Gunnsteinn hafði í fórum sínum urðu tengdafeðgarnir á Sökku samferður fyrir niðurstöðu sína. Samfæring þeirra var slík að Baddi lagði blessun sína yfir þennan ráðahag. Sú atburðarás sem upphófst í kjölfarið afar óljós og þokukennd og hafa heimildarmenn Þorrablótsnefndarinnar borið við ölvun og minnisleysi. Þó vitað að kindinni var skutlað í Hofsá og lambinu í Hámundastaði. Hofsásystur staðfestu síðar að kindin væri alls ekki úr Hofsá, heldur ætti hún heima á Hofi. Bændur á Hámundastöðum staðfestu síðar að lambið væri alls ekkert úr Hámundastöðum, heldur ætti það heima á Hofi. Var nú uppi fótur og fit meðal gánamanna á Hofi eins og venja fyrir. Ljóst var að fjölskylduharmleik væri að ræða þar sem ær og lamb höfðu verið aðskilin á napurlegan hátt og komið fyrir á ókunnugum bæjum. Gunnsteinn kenndi tófunni og Badda hvernig fór. Sveinn kenndi markaskráni og Badda hvernig fór. Baddi fór í fílu og fór. Það ekki bara fjárglötir menn í Svarfaðardal, heldur einnig hestglötir. Þegar Ingimar á Skeiði var á leiði til vinnu einn vetrarmorguninn var hans hrosshás breitt frá því að keyra niður 2 hross sem stödd voru á þjóðveginu við Steindir í mesta sakleysi. Ingimar var vitaskuld nokkuð brugðið en þegar hann hafði jafnað sig og grandskoðað hrossin í bak og fyrir hringdi hann í Bóa skólarútubílstjóra og varaði hann við aðsteðjandi hættu. Ingimar lét síðan Hjálmar og Steindurum vita að það væru 2 Steindir á hross á þjóðveginu sem biðu þess eins að valda öðrum vegfarendum fjörtjóni. Þetta fékk mjög á Hjálmar sem hét Ingimar því að komast til botns í málinu. Ekki kannaðist Hjálmar þó við hrossin í fljótu bragði
og brá á það ráð að hringja bæ af bæ og velti hann við hverjum steini í leit sinni eiganda hrossana. Ingimar hélt hins vegar áfram ferð sinni og komst klakklaust í vinnuna til Dalvíkur. Í miðjuð þjóhnappanuddi fékk Ingimar símtal frá Hjálmari þar sem hann greindi honum frá því með þjósti að hrossin á þjóðveginum ættu bæði heima á Skeiðum. Samkvæmt gamalli þjóðtrú eru fardagar álfa og huldufólks nýársspil og má búast við þess konar fórinum á ferðinni fyrstu daga hvers nýs árs og fram á 13. Sjaldnast verða menn þó áþreifanlega varir við álfana en undantekning varð á því nú í byrjun ársins 2020. Íbúar í framanverðum Svarfaðardal tóku eftir því einn daginn þegar myrkrið var skollið á að rauðleitur ljósbjarmi smokraðist eftir þjóðveginum og í kjölfar hans reið einhvers konar hulduher manna gandreið. Varð fólk á bæjum óttaslegið og skelkað nema Guðrún og Gunnar á Búrfelli sem höfðu fengið 4 hross úr melum í aðgjörlega óumbeðið jólaheimboð þennan dag og vissu þau því hvernig í pottinn var búið. Þegar hrossin dúkkuðu upp á Búrfelli kom sveit Liljurós á melum ásamt fylgdarliði, snaraði hrossin og tjóðraði ýmist við bílinn eða lagði á bak þeim og hélt á brott aftur heim í mela og þótti það tilkomumikil sjón. Sveitnin ungi Liljurós, villtist hann, trylltist hann, hatar hest en elskar fjósta, rauður loginn brann. Rauðan lagði bjarman upp af bílljósum, rauðan lagði bjarman upp af bílljósum hans. Struku hestar melum frá, villtist hann, trylltist hann, fundust Búrfellshlaði á það rauður loginn brann. Rauðan lagði bjarman upp af bílljósum, rauðan lagði bjarman upp af bílljósum hans. Mætti þangað með sitt lið, villtan trylltist hann, Sveitnir hættist náttmyrkrið það rauður loginn brann. Rauðan lagði bjarman upp af bílljósum, rauðan lagði bjarman upp af bílljósum hans. Hrossin 4 snaraði, villtist hann, trylltist hann, kraftar ekki sparaði það rauður loginn brann. Rauðan lagði bjarman upp af bílljósum, rauðan lagði bjarman upp af bílljósum hans. Við dráttarkúlu festan hest, villtist hann, trylltist hann, heiman skildi fyrir það rauður loginn brann. Rauðan lagði bjarman upp af bílljósum, rauðan lagði bjarman upp af bílljósum hans. Eins og ljón ók Sveinn af stað, villtist hann, trylltist hann, reiðmennirnir hræddust að það rauður loginn brann. Rauðan lagði bjarman upp af bílljósum, rauðan lagði bjarman upp af bílljósum hans. Álfareiðin æddi hjá, villtist hann, trylltist hann, bændagreyin góndu á það rauður loginn brann. Rauðan lagði bjarman upp af bílljósum, rauðan lagði bjarman upp af bílljósum hans. Heim af lokum komust þó, villtist hann, trylltist hann, Sveinn stýrið satt og hló það rauður loginn brann. Rauðan lagði bjarman upp af bílljósum, rauðan lagði bjarman upp af bílljósum hans. Hrossin á Steindyrum tóku Mela- og Skeiðshrossin til fyrirmyndar og fóru á flakk.
Þau heimsóttu meðal annars göngustaði þar sem þau nöguðu garðhúsgögnin og gengu örna sinna á hlaðinu. Var þar með endurgoldina fullu heimsótt göngustaða kvígana niður í sveitum árið. Þá tóku hrossin á Hánefsstöðum upp háttalag eigenda sinna og húsbænda svipað leyti og gátu ómögulega tollað heima á Hánefsstöðum. Alli Hánefur hóf stórútgerð og fiskaðist yfirleitt vel. Ekki vitað hvað Alli hefur gert við allan aflann, en þó vitað að hann hefur ekki verið notaður í hinu sívinsæla matarhorni í Syðra-Garðshorni, þar sem aldrei eldaður fiskur, heldur snæðamenn þar svera steikur af stórgripum í hvert mál. Marínærað og kryddlegið hrossakjöt á sjálfdauðu í mestu uppáhaldi, enda algjör sérgrein þeirra Svabba og Tínu. Jón Hær, fjárbóndi á Hnúki, formaður landbúnaðarráðs og lykilmaður í flestum málum sem orðið á gerandi hér í sveitinni, gekk að fá járnagám á tungurnar þar sem bændur gætu losa sig við ýmiss konar rusl og ónýtar girðingar sem leynast víða á bæjum. Ljóst var að gámurinn kom í góðar þarfir og hann var vel nýttur af mörgum. Vegfarendur Vesturkjálkann kvörtuðu hins vegar yfir sjónmengun sem stafaði af gámunum þar sem hann stóð í hvarfi við þjóðveginn ofan í gömlu malagrúsinni á Tungunum við hlið hinna nályktandi hrægáma. Skjótt var brugðist við þessum kvörtunum og var gámurinn færður úr felum á Vesturkjálkanum og honum komið fyrir í allra augsýn á Austurkjálkanum. Þar þykir gámurinn hinn mesta prýði. Ása Dóra í Syðra-Holti hefur frá því hún flutti í Svarfaðardal freistað þess að komast í hinn svardelska Þorrablótsannál, en það hefur henni ekki tekist þrátt fyrir ýmsar örvæntingafullar tilraunir. Hún hefur prófað að setja húsið á sölu, selja hænsni til Bessastaða, bjóða sveittum og þreyttum iðnaðarmönnum gistingu í Syðra-Holti með djörfum tilboðum og öllu inniföldu, en allt hefur komið fyrir ekki. Ásu hefur ekki tekist að komast í annálum og því miður fyrir hana verður engin breyting á því í þetta. Á árinu var reist minnismerki til minningar Guðmund góða biskup sem eitt sinn var prestur á Völlum. Guðmundur þessi var sína daga talinn geta gert ýmis kraftaverk, lækna sjúka og rekið út illa anda ásamt fleiru. Í Svarfaðardal fyrirhugað að reisa sambærilega styttu af Guðmundi ríka frá göngustöðum, þannig að komandi kynslóðir muni geta minnst afrek hans og gríðarlegra landvinninga. Varla hefur liðið sú vika í vetur að Veðurstofa Íslands hefur gefið út viðvaranir í öllum regnbogans litum. Einkum hafa appelsínugula viðvaranir gert Svardalengur lífið leitt og valdið meiri háttar truflunum á samgöngum og opinberri þjónustu. Einna helst hefur póstþjónustan orðið fyrir barðinu á þessum spádómum. Bréf og bögglar hafa annaðhvort ekki komist á pósthúsið eða þá dagað uppi á pósthúsinu sjálfu. Eins og alkunna veit Hjálmar á Mástöðum manna best hagi sveitunganna og jafnvel meira en þeir sjálfir. Eigi sér stað atburðir á borði vel heppnaðar bólfarir, hjónaskilnaði, vinnuslys eða einhvers konar axasköft, frekar Hjálmar af því fyrstur manna. Vitneskja Hjálmars hefur ekki þótt einleikinn, en aldrei hefur hann þó ljóstra neinu upp heimildamenn sína. Mönnum fór þó að renna í grun
hvernig málum væri háttað þegar sást til Hjálmars berjast til Dalvíkur á dráttarvélinni í glórulausu færi og skíðlogandi appelsínugulri viðvörun til þess eins að koma Brynhildi sinni á pósthúsið innan viðkvæm einkabréf og aðra trúnaðar upplýsingar. Þótti þetta tíðindum sæta, enda allt ófært og engar líkur á póstútburði. Hafa svæsnustu einkabréfin jafnvel ekki enn borist til réttra viðtakanda. Jöklar dalsins hopuðu verulega á síðasta ári, enginn þó eins mikið og jökull á Klænsóli, sem hopaði alla leið til Kanada. Vonandi á hann þó afturkvæmt til skíðaði danska grund að nýju. Hið ógnarstóra kolefnisfótspor svartdanskra manna og málleysingja hélt áfram að stækka á liðnu ári og verða aðeins örfá dæmi tekin hér. Dómhildur í Klaufabrekknakoti hafði varla tekið upp úr troginu eftir síðasta þorrablót þegar spurðist til hennar á Tenerife í vafasömum félagsskap. Kalli, Erla og börn á Hóli brugðu sér til Tenerife í byrjun nýs árs og setti það 13. brennu ungmennafélagsins Ásleifsvörðuðar í algjört uppnám, enda treystu nefndamenn brennunefndar sem heima voru sér engan veginn til að kveikja í bálkestin af fjarstöddum formanni nefndarinnar og því varð að fresta brennunni meðan þeir töldu í sig kjark. Þá fóru framdælingar ekki með smákalfa til slátrunar svo vikun skipti að sömu ástæðu. Guðrún og Eiríkur á Þverá og Jón og Dóra í Ytra-Garðshólmi fóru líka til Spánar og gaf spænska veðurstofan samstundis út rauða viðvörun og hæsta viðbúnaðarstig. Það stóð heima, öll urðu þau rennandi blaut og þó svo að stytti upp hélst rakin út ferðina, að minnsta kosti hjá Eiríki. Kvenfélagið Tilraun hélt einnig í Spánareisu og var það hinn besta skemmtun að sögn þeirra kvenna sem eitthvað þykjast muna úr þeirri. Ösp á Tjörn bjó til loftbrú milli Svarfaðardals og Lundúna og þurfti að gróðursetja Ösp til að standa undir þeim útblæstri sem það olli. Trausti, eða öllu heldur diplómatinn á Hofsá, skaut þó öllum sveitungu sínum rev fyrir rass og skellti sér í menningar- og fræðsluferð til Kína. Fylgdi hann þar eftir frægur í reisu sem hann fór í til Ísraels árið áður og greint var frá í annálum. Lítið er vitað í smáatriðum ferðalag Trausta, en þó er vitað að Trausti hefur lengi verið hallur undir hugmyndir CPN alþýðu lýðveldi og sjálfsþurftar búskap og mun þess eflaust sjást einhver merki í búskapnum á Hofsá í náinni framtíð. Til að kolefnisjafna langferðir Trausta mun þurfa að taka nánast allt ræktaland á Hofsá undir skógrækt og moka ofan í alla skurði með skófum. Það land sem ekki fer undir skógrækt verður að líkindum tekið undir stórfellda hrísgrjónaræktun sem Trausti hefur fullan hug á að hleypa af stokkunum.
Gunnar og Guðrún á Búrfelli keyptu 1 stykki fjósa bíkó eins og frægt orðið. Enginn skildi hvernig fjármögnun á því fór fram. Mönnum fór hins vegar að verða ljóst hvernig í pottinn var búið þegar Gunnar hóf skyndilega störf í húsasmiðjunni á Dalvík. Allar götur síðan hefur Gunnar stundað lymskur fullar iðnaðarnjósnir og lekið öllum helstu viðskiptaleyndarmálum húsasmiðjunnar milliliðalaust til vina sinna í Bíkó gegn góðri þóknun. Guðrún hangir heima á meðal og nýtur samvista við mjaltaþjóninn á Búrfelli, en auk þess vinnur hún ýmis störf í verktöku fyrir hólsbúið. Má þar á meðal nefna öryggisgæslu sem sinnt með kíkju úr eldhúsglugganum á Búrfelli, akstur með smákálfa í slátrum til Akureyrar og mjaltir þegar mjaltaþjónn á Hóli fer í verkfall. Síðasta sumar kvefaðist mjaltaþjónninn á Hóli, fékk tölvuvírus og lagði niður störf. Kalli hringdi í Guðrúnu og bar sig illa, hvað hann mjaltaþjónninn bilaðan og hann sjálfan haldinn ýmsum kvillum sem ekki sæi fyrir endan á. Halla og Atli hefðu gengið sér til húðar og hún yrði því að koma yfir ána og mjólka í ofurlitla föt. Eftir að hafa gert stólpa grín að óförum Kalla kom Guðrún kjagandi yfir ána með fötuna. Hefði fata Guðrúnar verið ofurlítið stærri, hefði hólsbúið mögulega náð að verja titilinn sem nýtasta veitingu landsins niður hverja kú, en það tókst því miður ekki. Á steindyrum drýpur smjörið af hverju strái eins og sést á heimilisfólkinu. Á meðal þess lítilræðis sem fjárfest hefur verið í frá síðasta þorrablóti má nefna rúllusamstæðu, fjósvél og mjaltaþjón. Ákvörðun kaup á rúllusamstæðu var tekin þegar Jón Bjarki var ekki heima og enginn til að snúa pökkunarborðinu. Ákvörðun kaup á fjósvél var tekin þegar Jón Bjarki var ekki heima og enginn til að halda á heykvist. Ákvörðun kaup á mjaltaþjóni var tekin þegar Jón Bjarki var ekki heima, heldur að mjólka með Sölva á Hreiðarstöðum. Til að hægt sé að standa undir þessum fjárfestingum má telja líklegt að taka þurfi Steindyratúnin niður úr undir tjaldsvæði, enda góð aðsókn að Steindyratjaldsvæði. Helsta ástæða fjárhagslegra velgengni Steindyrabúsins síðustu misseri. Hjálmar og Gunnhildur hlakka til þegar nýji mjaltaþjónninn tekur til starfa, þar sem þau sjá þá fram á að komast loksins eitthvað í burtu í frí annað slagið. Eitthvað sem að þau hafa með engu móti geta leyft sér hingað til. Af vísu skruppu þau í smá jeppaferð þegar út í hátíðin Halló Steindur stóð sem hæstu verslunarmannahelgina. Í þingu og þoku á sunnudagsmorgni kortlaði Gulla 4 klukkutíma bíltúr upp á hálendið, en þegar upp á staðið tók bíltúrin 15,5 klukkustund. Á meðan sátu út í hátíðargestir á Halló Steindurum inn í húsi með tómt augnaráð og mændu hver á annan, enda ekkert við að vera, bjórinn búinn og gestgjafarnir á bak og burt. Ástin sveif yfir Svarfaðardal líkt og gjarnan áður. Jón Bjarki og Björk giftu sig í júní eftir langan aðdraganda. Jón Bjarki þurfti að ganga í augun á bæði Björk og ekki síður Kristjáni og Kristjönu á Tjörn, og það ekki auðvelt verk
eins og menn geta ímyndað sér. Fyrst þurfti Jón að sanna ást sína á Björk með því að flytja með henni aftur heim í Svarfaðardal, en erfiði parturinn var hins vegar eftir. Það var þegar Jón þurfti að ganga í augun á tjarnarfólkinu og var þar fremstur í flokki Kristján sjálfur. Fyrst var Jón látinn ganga nauðugur viljugur með Kristjáni og bræðrum hans öllum í ausandi rigningu og engu skyggni eftir vatnaskilum hins forna Svarfaðardalshrepps. Eins og þetta væri ekki nóg, þá þurfti Jón líka að taka á sig formennsku hins auralausa hollvinafélags Sundskála Svarfdæla, þar sem Kristján hafði áður setið. Þá mátti Jón gjöra svo vel og stjórna heimsmeistarakeppninni í brús sem haldin var á Rínum, einn síðsliðs, á meðan Kristján, sem oftast hefur stjórnað þeirri keppni, sat heim í stofu á Tjörn skellihlæjandi. Frissi spar hló að vísu enn hærra þar sem hann kom niður á Ríma til að rukka aðgangseyri, hirti peningana og lét sig svo hverfa jafnvægi. Til að toppa allt mátti Jón taka til í hlöðunni á Tjörn og það var ekkert íhlaupaverk. Enda hefði ekki verið tekið til þar inni frá því Kristján og Kristjána hættu kúabúskap einhvern tíma á síðustöðum. Allt endaði þó vel. Jón stóðst allar þrautirnar sem fyrir hann voru lagðar og gekk að eiga Björk að launum. Brúðkaupsveislan mikla var haldin í hlöðunni á Tjörn að viðstöddu fjölmenni. Ekki var að sökum að spyrja, þar sem annars vegar voru saman komin tjarnarfólkið, menningarmafía Svarfaðardals og hins vegar Steindýrafjölskyldan sem hefur áratuga reynslu af hátíðahaldi og svaliveislum. Skemmst frá því að segja að veislan mikla stóð til sólar uppbrásar og í morgunskímunni mátti sjá brúðkaupsgesti liggjandi dauða drukkna eins og hráviði allt Tjarnarlandið, á kirkjutröppunum, í kirkjugarðinum og suður allt tún. En stöku maður var viðstóla eins og til dæmis Einar á Urðum sem setti nýtt Svarfdælsmet í 10 kílómetra götuhlaupi á spariskóm í plús 100 kíló af flokki. Þegar hann hljóp heim frekar en að vera kyrrt og láta bendla sig við hina ófögru sjó sem blasti við á Tjörn í dagrenningu. Atli og Guðrún í Koti giftu sig líka, en það var nákvæmlega ekkert fyndið við það. Enda mun meiri alvara á ferðum og veisluhöld hófstilltari. Geirmundur Valtýsson mætti þó óvænt á svið í brúðkaupsveislunni og jókst ölvun gríðarlega í framfæri. Í fjáröflunarskyni fyrir nýtt fjós á Syðra-Hofi sem áður hét Ytra-Hvarf ákváðu þeir Kjartan á Hofi, Eiður Máni þeirra Júlla og Gretu og Eyþór Hánestaða og Einar Dan, eða Einar Dalvíkingur eins og hann var kallaður í síðasta Þorrablóts annál, að slá upp balli í hinu hundgamla samkomuhúsi Höfða. Skemmtunin var rækilega auglýst á samfélagsmiðlum enda kom í ljós og uppistaða ballgesta voru óharðnaðir unglingar frá Akureyri. Þó leyndust þar innanum og saman við jaxlar og röðum heimamanna sem sækja flestar þær skemmtanir sem haldnar eru á svarfdælskri grund.
Skiptir þá engu hvort ræðir dansleik, tónleika, barnaball, fermingu eða erfidrykk. Hlýni tenórsöngvari frá Hofsá mætti vitaskuld á ballið og leiddi hann dansinn á tímabili eins og jólasveinn á jólabanni kvenfélagsins. Þar sem börnin og unglingarnir sópuðust að í einni halarófu. Segir þá frá Gunnari í Göngustaðakoti: sá fímastur manna hefur þótt í þessari sveit og gat hann hlaupið hæð sína í öllum herklæðum og eigi skemur aftur fyrir sig en fram. Gunnar nýtti sér stærð Hofsártenórsins, stökk upp á axlir honum og sveif á loftbitana á höfða líkt og fimmleikamaður í æfingu á tvíslag. Höfðin var jú í eina tíð notaður sem íþróttahús fram Svardalinga með góðum árangri. Æfingar Gunnars voru hnökralausar og fylgdist barnaskarinn agndofa með tilþrifum. Þessi fágæta upptaka sýnir glöggt tilþrif þeirra Hlína og Gunnars á gólfinu á höfðu. Þar til kom að lendingunni, en hún var mun harkalegri en ef hún stóð til. Flest liðbönd og bein í öðrum fæti fór í klessu og Gunnar varð að mestu óvinnufær í margar vikur á eftir. Það breytti því þó ekki að hann fékk 8,5 fyrir æfingarnar hjá öllum nema Auði. Eins manns dauði annars brauð. Hjálmar á mástöðum sýndi sitt rétta innræti, nýtti sér tækifærið og réði sig sem vinnumann á göngustöðum í kjölfar meiðsla Gunnars. Sinnti Hjálmar öllum helstu bústörfum á dagvinnutíma en skildi heimilisfólkið eftir í súpunni þegar klukkan sló 4 á daginn. Þá dreif hann sig yfirleitt heim í hlýjan faðm Brynhildar sinnar enda vinnuskyldu lokið samkvæmt einhliða ákvörðun Hjálmars. Segja má að hann hafi verið viss brautryðjandi í vinnumannastétt hvað áhræðri styttingu vinnuvikunnar sem innleidd var í almenna kjarasamninga skömmu síðar. Engin þörf var á því fyrir Hjálmar að nota stimpilklukku þar sem Búrfells- og Hólsbændur tóku að sér óumbeðið að halda nákvæmt tímabókhald yfir allar komur og brottfarir hans. Létu þeir vinnuveitendur Hjálmars og Hjálmar sjálfan vita umsvifalaust með skeytasendingum og myndskilaboðum ef frávik urðu frá hefðbundnum dagvinnutímum. Mæltist þetta fyrirkomulag
afar vel fyrir hjá öllum hluthafafundi nema Hjálmari. Minkastofninn gerði allt annað en að minka á árinu. Hins vegar tókst að grisja aðeins refastofninn. Eftir gánaballið á Höfða keyrði Eydís á mink yfir eyrað á ref rétt við Mástaði, en það dugði þó ekki til að senda hann í draumalandi. Móðir hennar Lilla kláraði hins vegar það verk skömmu síðar þegar hún straujaði yfir refinn á einni af mörgum ferðum sínum veginn. Samkvæmt ættartali Gunnsteigs og Sökkur var þarna kominn afkomandi hins svokallaða Skógreinarefs í fjórða ættin. Og skýrði það í einhverju leyti heiftina og morðglampann í augunum og Lillu þar sem hún tók ósigri hrósandi yfir Ebba. Eins og einhverju muna fékk Friðland fuglana ekki að vera í friði á Húsavagn. Byggingarnar voru seldar og Hjörleifi í Laugasteini var gert að pakka fuglasýningu sinni niður í kassa þar sem hún víst enn. Hefur þetta valdið einhvers konar persónuleika röskun hjá Hjörleifi sem virðist ágerast eftir því sem árin líða. Þetta sýndi sig best nýverið þegar hann sá varnarlausa uglu á veginum við Fagraskóg. Í stað þess að hægja á sér gaf hann allt í botn og spenndi yfir ugluna þannig að hún fór í öreindir. Í ljósi þess hversu tvísynt andlegt ástand Hjörleifs er engum fuglategundum talið óhætt að umgangast hann sem stendur. Soffía á Hrafnsstöðum gerði eitthvað sem engum datt í hug að hann myndi nokkur tíma að gera að ásettu ráði. Hún pakkaði föggum sínum og flutti. Nánar tiltekið flutti Soffía úr Hrafnsstöðum og í Hrafnsstaði. Gríðarmikill húsakostur til staðar á Hrafnsstöðum, en samt sá Soffía sig knúin til að planta niður einu húsi í viðbót við þau sem fyrir voru og flutti hann þangað. Í fyrri híbýli Soffa fluttu hins vegar Berglind hans Stebba Hrafns og Maggi Skagfirðingur og gengu þau Hrafnsstaðakindunum í móður- og föðurstað þegar í stað. Mál virtust þó að einhverju leyti lægi blandinn á Hrafnsstöðum og nokkuð á reiki hver bjó hvar og hver ekki. Gárungar héldu því jafnvel fram að Hrafnsstaðir hefðu fyrir nokkru lagst í eyði og þar byggja ekki nokkur hræða. Björgunarsveitin á Dalvík boðaði rústabjörgunaræfingu á Hrafnsstöðum. Þegar björgunarsveitmenn mættu á staðinn voru þeir ekki vissir í hvaða húsi rústabjörgun ætti að fara fram, þar sem nokkur kæmi til greina. Raunar hafa einhverjir haldið því fram að Soffía hafi neyðst til að flytja í næsta hús eftir að björgunarsveitin rústaði húsinu sem hann bjó í og ekkert stóð eftir nema 3 útveggir af 4. Þegar þetta gerðist voru íbúar í gamla íbúðarhúsinu á Hrafnsstöðum fyrir nokkru fallnir í trans þannig að enginn vissi hvers kyns var. Segir ekki meira af þeim og brátt mun gamla íbúðarhúsið heyra sögunni til. Kæru gestir, hætta ber leik þá hæst hann stendur og því verður ekki fleiri dregnir niður í svaðið í þessum annað. Engar áhyggjur, annállinn kemur alltaf aftur og það gefast því næg tækifæri fyrir þá sem ekki var minnst á nú að koma sterkir inn í annálna árið. Megi allir skemmta sig vel og lengi í kvöld og drekka og dansa sem aldrei fyrr og eiga ánægjulega heimkomu. Góðar stundir!